Nú skoðum við rótarföll og munið að það voru svona tvær reglur, annars vegar bannað að deila með 0 og hins vegar að það sem er inni í kvadratrót verður að vera stærra en 0. Við megum ekki taka rót af neikvæðri tölu. Það er að segja mínustölu, neikvæð tala er mínus neikvæðri. Það er auðvitað alveg hægt að taka rótin af 0, það er bara 0, en það má ekki vera mínus. Þetta þýðir að það sem er inni í rótinni, x plus 1, verður að vera stærra eða jafnt og 0. Og hér er ég búin að setja upp ójöfnu, x plus 1 stærra eða jafnt og 0 og ég leysi þetta bara alveg eins og ég leysi jöfnu, segi mínus 1 báðum megin og þá fæ ég út að x er stærra eða jafnt og mínus 1. Þetta er skilgreiningarmengi mitt. Þannig að x fer frá mínus 1 og upp í óendanlegt. Mínus 1 er með og þá er það lokað hérna megin og óendanleikin er alltaf opinn. Getum við skrifað þetta á annan hátt? Já, við getum skrifað þetta svona. X er stærra eða jafnt og mínus 1. Þannig að þetta er rótarfall og þá þurfum við að hafa í huga, það er ekki hægt að taka rót af neikvæðri tölu, þannig að x getur ekki verið hvað sem er. Upsilon hins vegar, eða myndmengið, það er alltaf bara þannig að það er stærra en 0, náttúrulega þegar rótin er stærra en 0. Þannig að þá gerum við þetta svona. 0 er með frá 0 og upp í óendanlegt. Eða upsilon stærra eða jafnt og 0. Teiknum þetta snöggvast. Hér sjáum við að upsilon byrjar bara við x-ásinn, getur verið 0 þegar x er mínus 1 og það fer upp á meðan x byrjar í mínus 1 og fer til hægri. Það er allt í lagi að glósa að myndmengið hér í dæmum sem líta svona út er alltaf þannig að upsilon er stærra eða jafnt og 0. Og mér langar að teikna þetta bara hérna aðeins svona x. Hér var mínus 1, x mátti ekki vera minna og svo vex þetta og það vex voðalega hægt en það vex í rauninni á endanum alveg upp í óendanlegt. Sáum það þegar við zoomuðum inn. En svona lítur þetta út. Upsilon frá og með 0 og x-ið frá og með mínus 1 upp úr. Rótarfall. Gjörið þið svo vel.